Já, herðu, það var svona endinn á þessu þætti Sinni Egil sem að dettur inn í þetta marathon. Já. Ég held að við byrjaði bara á réttum tíma, var kannski 7 mínútur. Sem að? Við byrjuðum 7 mínútum of seint. Já. Það er seinkunni sem hefur orðið á 30 klukkutíma ferð. Já. Það telst nú ekki... Þetta er eina skekkjumarka. Skekkjumarka. Ég var með... Og verður örglega fyrirgefið öllum sem til okkar að heyra og sjá. Já, ég var með helgispjallið hérna í gærmorgun. Já. Ég held að við byrjaði bara á slaginu þar. Já. Og þetta er einu þættinni sem að hafa komið inn í þessa umræðu sem að... Svo náttúrulega er líka búið að standa í ýmsu eins og með helgispjalli í gærkvöldi að Hilmi Snær afboða sig bara á síðustu stundinu og það er reddast sko að hérna bara mikill kraftur í húsinu. Herðu, en við tölum stundum pólitíkina svona í lokinni, hefur nokkuð að vera að gera það? Nei, við slúttum þessu, en það er hérna við ætlum að... Það var enda fínt hérna sko. Hæ? Í áðan. Það var mjög fínt spjall. Mjög fínt sko. Mjög gott. Við ætlum að vera hérna, það er dagskrá hérna framundan, bara merkileg umræða sem er hérna í klukkan hérna 6 í dag kannski verður hann í hérna klukkutíma, þannig að við endum með því að verða 1,5 sólarhring, þá kemur Krummi Björgvins, ætlar að koma, ég held að hann ætlar að koma með gítarinn, bara en síðan áður en því kemur, þá kemur Anna Hildur Hildibrandsdóttir, Ardís Bergsdóttir og Arnar Sigurðsson og þau ætla að ræða hörnum fyrir innflytjendur og ýmislegt fleira og áður en því kemur þá koma hjón hingað, við vorum með systkini í gær, þá kemur Sigurður Gylfi Magnússon sem er sagnfræðingur og prófessor og Tinna Ásgeirsdóttir sem er hagfræðingur og prófessor, þau ætla að koma hérna og spjalla við Oddnýju og áður en því kemur, þá kemur Harpa Bjarkadóttir sem ætlar að tala fiskeldi í Eyjafirði en áður en því kemur, þá kemur ég veit ekki alveg hvað svona dagskrárlegu það er, hann kemur hann að Brynjar Karl sögufrægur sem er búin að ná sínu nokkur neginn fram yfir einhver leiti, hann ætlar að koma og tala við okkur okkur? Nei, ég fekk hann til að taka svona hálfleiksræðu eins og við varum núna orðin svona svolítið þreytt lið og ættum svona eftir hérna loka metrana þannig að við fengjum svona hvatningu frá þjálfara. Það ætlum við að gera hérna eftir smá auglýsingar og þannig að það er sem sagt að erindi okkar í þessum þætti er þá síðan Egils eru búnir, ég myndi segja það. Herðu, takk fyrir í dag, við þakkum öllum gestur sem hafa ekki hingað komið. Ég segi alltaf hérna í lok svona Egils hvet fólk til þess að hérna gerast áskrifundur og það er fullt til þess að gera það. Við erum að safna áskrifundum til þess að bjarga samstöðunni og tryggja henni gott framhaldslíf. Það eru margir sem hafa verið að skrá sig, líka þeir sem eru áskrifundur hafa verið að senda með skilaboðum að vilja hækka áskriftina og alls konar. Hvet ekki til þess að gera það. Ég er líka benda á sem að ég held að ég verð að svara einhverjum fyrirspurn áðan inn á samstöðun.is þar var kona sem var að velta fyrir sér hvernig mætti að auglýsa hérna ef að þú ert með eitthvað rekstur eða eitthvað fyrirtæki þá er ég alveg vissum að við getum boðið þér upp á hérna gott verð fyrir kröftuvörauglýsingar það við vorum með mælingu fyrir árið síðan og ég held að það hefur líklega bara batnað að þá var það 12% landsmanna sem að sáu eða heyrðu þætti samstöðunar þá vikuna og það er bara ansi góður hópur og við birtum auglýsingarnar okkar svona 3 sinnum á dag og allan vikuna og í heila mánuð og þá safnast þetta alveg örugglega upp og verðið sem að fólki stendur til boða eða fyrirtækjum er ekki það hátt þannig að ég held að þessi góður kostur fyrir fyrirtækin en á sama tíma þá eru þau raunverulega að leggja til afl inn í samstöðuna svo hún geti haldið áfram að vaxa og dafna. Pæliði því á meðan að við hlustum aðeins á auglýsingar og svo ætlum við að fá hálfleiksræðu í maraþoninu eftir augnablik.
Þetta byrjað. Við erum byrjuð? Já, við erum byrjuð. Já, minna, hvar er allt liðið? Það eitthvað að gefa eigindar áriðnum frammi. Þjálfarinn ekki sáttur. Það það þannig að ef einhver mætir ekki eins og nú Oddný að koma á sein, fær hún þá yfirhalningu sérstaka? Já, þá er hún sendt heim. Ég er eina einstæða móðurinn með hund. Það er engan veistu það, ég segi stundum sko að excuses are like assholes, everybody got one sko. Okay. Það er bara engar afsakanir sko. Með hundurinn át heimaverkefnið. Ok, þannig ég bara fer út núna. Nei, sko, ég þarf náttúrulega að fá tækifæri til þess að sko gefa út samninginn sko. Og þú verður að skrifa undir samninginn og svo leggjum við á stað sko. Þannig að þetta er allt samkomulag. Þú veist, maður mætir ekki bara inn og tekur yfir eins og einhver einræðisherra sko. En þetta geta alveg litið þannig út sko þegar við erum komin á stað sko því að við ætlum náttúrulega að fara alla leið. Við erum komin svona góða leið og við erum alveg að gefast upp, þannig að við okkur vantar svolítið peppa að... Já, ég sé það. Við erum með fórustu sko, við erum vonið svolítið þreytt sko. Já, en ég var að leikreina þetta í nótt. Ég sem sagt vaknaði sko klukkan 3 og ég var svona að fara yfir þetta og ég var svona að skoða. Mér fannst áhugavert þetta með gítarinn og sönginn og allt þetta. Ég átti bara að vona því að það kemur einhver róni bara á götunni sko, þú veist að því að hverjir er að vappa hérna eftir klukkan 5. Þannig að mér fannst þetta rosalega vel gert og hérna og svona þegar maður er að vinna með þá sem eru svona óreyndir og tekur maður alltaf plus mínus hvað er það kallað, plus mínus plus aðferðin sko. Þannig að maður byrjar alltaf að gefa svona smá kredit sko, þannig að menn svona trúa því að maður sé komin inn á réttum forsendum. Og mér fannst þarna... Bjössi segir stundum að hérna sé samankomin 150 ára reynsla í blaðamennsku, þannig að við séum óreyndir. Það varst þú sem að byrjaði með það. Ég er ekki viss það að við oft tekið hérna, ég verið í beinni frá klukkan 3 til 8 sko. Þannig að hérna, en mér fannst það virkilega vel gert. Og ég ákvað náttúrulega bara að sko, það er konsept í þjálfun sem heitir sko hérna sweat with the players. Skilurðu, það er rosa gott sko, maður þarf svolítið að svitna með það svona, mæti ég alltaf, ég er bara alltaf í gallanum sko, ég er alltaf í svitagallanum, ég mæti ekki á æfingu í gallabuxum eitthvað og bara tilbúin að svitna. Af hverju ekki? Já, af því að það er bara svo gott að svitna með leikmönnum. Það er líka gott, það er alveg hægt að svitna í gallabuxum. Nei, ekki inn í íþróttahúsi. Það er galin hugmynd. Það er ekki gott efni. Það er ástæðan fyrir því að menn er ekki að mæta í gallajakkanum til dæmis í uppbytun sko, til þess að stíft og... Ég þekki Kúreka í Texas sem fer út að skokka í kúrekastígvélum og hérna... Já, það er náttúrulega bara það er stereotýpa. Brynjar Karl, má greina aðeins mótþróa þarna hjá konunum þeir á vinstri og hönd meðan við okkur? Já, sko, ég er náttúrulega ekki búinn að fá tækifæri til þess að vinna þar á mitt band, sko. En þau eru svo easy. Það er ekki vera... Jú, ég er bara í einhverju allt annarri stað, sko. Það er greinilega einhverjir svona minni leikmenn sem eru hérna, já. Hún er bara að taka það á taugum með því að láta lítið til þetta fyrir það. En hvenær verður þetta sendt út? Þetta er í útefni. Það er bara þannig. Það er allt í byrni. Við byrjuðum klukkan 7 í gærmorgun, sko. Já, ég veit það. Búin að vera beinni síðan. Já. Ég ákvað að horfa ekki á nema í nótt. Þannig að ég væri svona gelgengur inn, sko. Þá var María átti góða leik alveg bara frá 3 til 7, ekki? Já. Rosa skemmtilegt spjallið þarna. Það má gera ráð fyrir það verið unnið vel úr því efni og það verið spilað á hérna... Nei, þetta er svolítið svona had to be there, sko. Ég held að ég fara ekki mikið að deila þessu. Það voru alls konar hérna sniðug samtöl sem áttu sér stað, en þau voru einmitt, svona eins og ég segi, þau voru svolítið had to be there. Já. En hver eru hérna áskrifstinnar? Hvað erum við komin upp í hérna? Hver er árangurinn af þessu íþróttamóti? Já, hann er mjög góður. Hvað segir tablan? Hann er mjög góður. Ég bara get ekki svarað því að áskriftin kemur inn á svo hérna ólíkan hátt og ég þarf að raða þessu saman til þess að reikna þetta. Þannig ég þori ekki að segja það. Þetta hefur gengið mjög vel. Það var bara núna var hérna Viðar Ingi að skrá sig í áskrift. Það er bara... Takk fyrir það, Viðar Ingi. Og hérna er Einar að senda. Hann vil hérna láta hækka sig upp í 5.500, þetta er bara svona. Þannig ég bara hef ekki náða því að ég þarf að vinna hérna, vera þarna og taka viðtöl og... Gætu við sagt að ígildi nokkur 100 áskrifanda hafi? Já, ég held að ég myndi alltaf vera nála 200. Þú veist að hann er í útsendingunum, ætti kannski ekki verið líka að telja saman tölurnar.
þetta ekki kallast ekki að gefa boltan? Þetta er að svitna með leikmönnum. Já, svitna með leikmönnum, já, ok. Þess vegna ég aldrei í galla þetta. En ég ætla að segja að því við erum það lítið batteri, að við erum ekki menið sem getur bara að setja við tölvuna og tekið við símtölum og þú veist, það er svo mikið að gera líka. Já, það þarf að spila vörn og svo. Við erum ekki með neitt framkvæmdastjóra eða fjármálastjóra eða mannustjóra eða neitt svoleiðis. Þannig við erum svolítið bátt, sko. Já, og það, heyrðu, og talandi sko að því að við vorum að tala um þjálfaran. Bara Indíánar, engin höfðingjar. Nei, sko í þjálfræðinu sko, þá var oft talað um þetta með að svitna með leikmönnum, en svo er líka áhugavert sko, hvað er það sem að sko límir liðsheildina? Hver er besta leiðin til þess að líma saman lið? Hvað haldið þið? Ef að tala út frá þessu, kannski þessi reynslu bara núna, ný lið. Ég bara eitthvað lífsreynslu, sko. Sigurinn sé sterkast. Ég held að sé jafnræði, sko. Ég held að allir vinni jafnvel að sama markmiði og deili og svona herð. Það er svona væmið. Já, þetta er rosalegu frasi. Þetta er rosalega klísja. Ég held að sé brekkan, sko, sem að hérna samannára okkur, sko, streita. Við erum öll nánari svona eftir að hafa verið á vökunni. Ég er saman að fjósa, sameiginleg markmið. Það er bara vonlust að fara með hóp. Sem að líma saman hópin. Þau verður að vera í sömu hópin. Þau þurfa að vera samt aðeins, þau þurfa að vera aðeins meira skilgreind, sko. Mér finnst, kannski er ekki nóg vel skilgreind, en mér finnst eins og við gerum, að þú talar um að skrifa undir samning. Mér finnst þetta eins og við höfum einhvers staðar skrifað undir samning, okkar á millum að við séum öll að gera okkar besta og að við megum, sko, við höfum gefið hvort öðru svigrúm til að þú gera smá mistök og svoleiðis. Þannig að mér finnst það einhvern veginn bind okkur saman að við erum ekki bara sem við erum með mjög mikla virðingu fyrir fagmennsku hvert annars en líka erum við með ákveðin umburðlundi gagnvart svona mennsku. Ég ætla að henda út einu beini hérna. Það er sameiginleg þjáning og sársauki. Hugsið ykkur það, sko, því að það er oft talað um það, sko, þú veist ekkert um liðið þitt fyrir en það gengur í gegnum eitthvað, sko, og þá er náttúrulega bara að vera að tala um það þegar liðið þjást og ég hef verið með lið, sko, sem hefur gengið vel en þau hafa molnað mjög auðveldlega þegar að svona byrjar að bjáta eitthvað á versus það, sko, að þegar þú ert með lið sem er svona átakahert. Ég veit ágætis kennslustund í þessu bara þegar við vorum að byrja þetta. Það var eitthvað fólk hérna sem lokaði okkur frá þannig að við höfum ekki aðgang að rennandi vatni svona rétt áður en við vorum að byrja þessu. Já. Þannig að við vorum svona under seats, eins og sagt er, sko. Við vorum umkringt. Þegar þú voru að byrja marathónið. Já, marathónið. Já, ég sá það mitt. Þetta er orðið svona, hann talaði um að maðurinn frammi, þetta væri svona svo Berlínarmúrinn, sko. Og þetta væri svona sósíalistar og svo sósíalistar light. Ég kom bara inn og tear that wall down. Var það ekki Gorbachev? Nei, var ekki Reagan sem sagði það við Gorbachev? Nei, við fengið svolítið svoleiðis, svona. Það var hindranir í byrjun. Þrátt fyrir það, þá er það svona eitthvað svona skán, en við fáum líka ótrúlega skilaboð að fólk sé sátt og ánægt við það sem við erum að gera. Já, sko, ég ætla nú bara að nota tækifærið því ég nú komin hérna bara í eitthvað chit-chat, sko. Ég hef aldrei mætt áður í eitthvað léttmeti. Það vera góðalöggan? Ég er góðalöggan. Og bara svona þakka samstöðinni fyrir það að hafa gefið mér ákveðið plattform. Ég er búinn að vera að takast á við alls konar öfl, sko, í samfélaginu og mér líður svona stundum eins og ég hafi pingulítið kannski misnotað hana miðil, sko. Ég veit ekki alveg hvað eru margir sem að voru eitthvað óska eftir því að maður kemi einn inn, en skilaboðin mín, þau komist út og í dag er ég í allt annari stöðu og ég á þessari stöðu mikið að þakka. Já, það er gott að heyra það. Klárlega. En hvað það er fallegt? Já, fallega sagt. Var það fræga viðtalið sem að... Ég er búin að mæti nokkur, sko, en það er náttúrulega, sko, ég skil ekki Gunnar að bjóða mér ekki 4 tíma podcast eins og við tókum og það sem var svo rosalegt á Gunnar að Gunnar sagði þegar við vorum komin 1,5 tíma inn í það podcast þetta er nú, þá erum við komin í gegnum uppbytunina
Ég stakk upp á því að þau vildi ekki að fá þig. Nei. Við viljum fá freka svona, en ekki kannski marathoni væri 4 tíma. Sko, ef ég hefði vitað að þetta er svona lengi, þá hefði ég safnað áheitum fyrir stöðina. Alveg ekki spurning. Nei, ég hugsaði í alvörinu og stakk upp á því að fá menn eins og því sem væri hægt að vera með 4 tíma og við vorum að frekra á því að hafa dagskrána svona frekar norma. Það ekki? Jú. Já, ég var með nokkra svona sem að kemur til greina sem að maður geta alveg reynd að sitja sko met í lengd eins viðtals. Já, við erum svona met inn í metinu. Já, kannski gerum við það bara í haust. Það er skemmtilega að fá þau svona, að fá að fylgjast með þeirra störfum. Já, einmitt. Já, við erum núna að setja Íslandsmet í marathoni þjóðfélagsmála þátta. En hver er lengsta útsendingin? Er það bara alþingi eða eitthvað? Og það var bara ekki slökkt á nóttinni eða? Já, en það er líklega bara kostingasjálf sem er ekkert löng sko. Því að þau byrja bara kannski 20:10 og svo er fólki bara að fara heim klukkan 5. Já. Kannski 6. En við fórum fram úr því einhvern tímann sko í gær eftirmyndaginn fyrir. En hvernig sjáu þið framtíð staðarinnar svona í öllu þessu? Vonandi bara þróist frá því sem hún hefur verið sko. Að við séum bara á leið sko, við erum ekki konan einu endamarki, við séum bara að þetta geti haldið áfram eins og þetta er og með þessum góða anda sem er og bara við þróumst bara hægt og bítandi. Það er held ég sé stórmálið. Svo langar sko Sigurjóni svolítið í íþróttaþátt. Já, þú ert svolítið, ég hef aldrei upplifað það fyrir en ég kom hérna í eitthvað spjall daginn, hvað þú ert mikill svona jock. Nei, ég vil hafa þá sem heitir bekkurinn. Sem getur áhverjum bekkurinn. Ég er nefnilega man eftir því, því ég var að horfa á hvað hét þátturinn sem að Egill Helgason var með Kiljan. Já. Fyrir mörgum árum síðan, þá hugsaði ég alltaf með mér, það væri mjög áhugavert að vera með íþróttaþátt sem var svona eins og Kiljan. Skilu, það var ekki beint verið að fjalla endalega bækurnar, það var svona verið að fara típurnar, skiluru, einhver rithöfundur sem að gerði eitthvað og dó úr klamidi á einhverjum tröppum einhvers staðar í Danmörku og svo verið að tala eitthvað það, þú veist, og svona verið að rýna svona í mennskuna í því, hugsið ykkur ef við myndum gera þetta með einhvern. En er það ekki HM-borðið eða þátturinn á? Nei, þetta er allt svo miklar klámbúlur þessar íþróttaþættir. Nei, þetta spjallið, þú veist, á eftir mjög stafur. Já, það er komið yfir í eldurstæði niður í Þing. Þeir eru að reyna að hafa þá stemmingu þar og eftir sáu það. Nei. En má ég spyrja aðeins fyrir ekki og grípa ekki að taka til stjórnina, en sko er þarna... Nei, ég stjórna þessu þættin nefnilega. Já, ég veit. Ef við varum körfuboltalið, væri þá ekki sko tæknifólki okkar, að því við erum hvað erum mörg, 3, 4, 5 og svo eru 2 tæknifólk og var einn að hjálpa okkur og svo Kolbrún sem er frammi að já, er þetta þá ekki all liðið eða? Jú. Ég meina klárlega, þú veist, og þau eru eins og markmaðurinn í. Nei, svo ertu líka með, sko, þetta er línuverður. Já, sko, þetta er liðið, svo ertu náttúrulega með sjúkraþjálfaran og læknin og allt þetta og eins og þetta er í dag, ég meina, sko, vægi þess að vera með einhvern sem getur, sko, bæði haldi liðinu gangandi og, þú veist, með því að bara fyrirbyggja meiðslin og svo að tjastla liðið, getur eitt ímyndað eitthvað hvað þetta er mikilvægt. Og í dag er þetta orðið þannig að sko þetta er jafnvel bara make or break sko, hvort þú vinnir titilinn eða ekki. En mistur þú nokkuð að fyrirsögn samræðunar hinga til? Það er ekki markmaður í körfubolta. Bræðurnir að spjalla Já, einmitt. Kom það einhvern tímann upp? Já, það er ekki markmaður í körfubolta. Það var að segja Kolbrún Alves væri svona eins og markmaður. Já. Og svona menn sé að kasta boltanum í staðan fyrir að senda boltan og svona. Kasta á körfuna, staðan fyrir að skjóta á körfuna. Hver er munurinn? Það er eitt sem er það í körfubolta að svipa og í fótbolta að maður er alltaf að segja sko hvað segir maður aftur? Ef ég vil fá boltan þá segir ég nafnum mitt. Nei, maður svo ekki gefa hann, það geta allir hópað það. Það var áður fyrir svo að segja nafnum, þess að markmenn eru að kalla bara... Ég er að reyna að hafa þá stemmingu að vera með svona spjallþráð, að fólk sé inn á spjallþráðnum, þannig að maður getur sagt sko, er gesturinn kominn og það sé ykkur á svari.
Getur ekki sagt þeim að það sé sniðut? Það nú alveg yfirleitt. Þú veist bara við séum einmitt alltaf í símanum. Svona, eða með tölvunni með þegar maður í leiknum, sko. Já. Að tala saman, sko. Ég eru kannski nú 30 ára gamall. Já, bæði. Já, ég sé það. En hvað gerir þau við svona lið í hálfleik fyrir síðasta leikluta? Já, það fyrir náttúrulega bara eftir hvað í gangi, skilur. Sko, staðan ágætt, sko. Já, en sko, við förum ekki tangað því að bjartsýnismennirnir deyja fyrstir. Fattið þið? Já. Ekki byrja að veifa upp í stúku eins og þetta nei, alls ekki, sko. Þegar að við komum inn í hálfleik og verðum með góða fórustu, þá passar að það er enga bjartsýni, sko. Að því að meina, það er bara uppskrift af því að það fari allt í vaskinn, sko. Já. Þannig að þú verður að vera neikvæður, þrátt fyrir góða fórustu. Nei, þú þarft ekki að vera neikvæður, sko. Þú þarft bara að vera alveg úber raunhæfur og það að búa sig undir hið versta er alltaf það sem þú átt að gera. Ég meina það skiptir bara einhver máli. En ekki það meira halda áfram með það sama maður var að gera og hafði tekist vel? Já, svo fer það kannski bara svolítið eftir því bara svona, þú veist, hver er kúltúrin, sko, en yfirleitt ég hef oft verið með svolítið mikið af svona ungu liði, sko, og það reyndar, það sem að menn miskila til dæmis eins og minni þjálfun mjög mikið er, sko, að ég til dæmis með einn áhugaverðan punkt sem ég geri mjög oft, ég geri þetta með stelpuna mína núna fyrir eins og síðasta tímabilið þegar við fórum upp úr deild og gerði þetta með ungt lið síðan með á Selfossi hérna fyrir nokkrum árum síðan, að það var það, sko, að ég er alltaf að útskýra fyrir fólki, sko, að þetta snýst hérna að bæta sig og það getur verið, að því þú ert í svona zero-sum leikjum eins og körfubolta og þá getur verið mjög auðvelt að halda á sérst að ná árangri af því að þú ert lögulegast í kúkurinn í klósettinu. Skilur, þú ert ekki að bæta því en þú vinnur lélegt lið, svo ert að bæta því mjög mikið og vinna en þú ert að tapa fyrir mjög góðu liði. Þannig að ég er að þjálfa krakka, þá er ég ofta að ræða við þau það, sko, hvort myndur þú vilja vera lélegasti maðurinn í besta liðinu eða besti maðurinn í lélegasta liðinu. Vegna þess að það er bara mjög stuttur tími, myndi ég segja, mínum að í svona lífi íþróttamannsins það sem að hann á eitthvað að vera hugsað svona bottom line end result, en þetta er keyrt allt og hart í dag. Það er alltaf verið að pæla í, sko, hver vinnur og tapar. Má svara þessu með hérna, ég myndi vilja vera best í lélegasta liðinu. Já, þú og einni við sem ég þekki. Já. Það myndi það styrkja liðið. Ég bara heyri vel að það eru rosa margir sem vilja vera stór fiskur í lítilli tjörn, en geti ekki sagt það, sko. Jú, en pointi var, sko, það er að halda sem aga á þessu liði hérna. Það er allir bara komnir út allt hérna á 0-1, þannig að getið aðeins reynda að hlusta og pæla hvernig lesa leikinn, hvað var ég að fara að segja? Ok, ég var að fara að tala það að ég segi við leikmennunum mína þið ætlaði að ákveða hvernig þið ætlaði að haga ykkur eftir leiki bara í vetur. Það er bara mjög áhugavert, sko. Og það þýðir þá einfallega það að þú ætlar að taka hérna handboltafagnið þar sem allir færa svona í hring og hlaupa ykkur svona í hring, þá varst að gera það líka að þú tapar. Til þess að fólk átti sig á því að punkturinn er í raun og veru þessi, þú getur ekki verið svona reaktífur á það sem að taflan sýnir, að þetta snýst ferlið, skilur, og þú eru að trúa því að sigurinn sé einhvers konar byproduct þarna inni, þannig að það er oft með einhverja svona aðila, sko, sem að, já, þú veist, eru mjög kappsamir, sko, að þá er mjög auðvelt að blindast af einhvers konar stigatöflu sem segir í raun og veru ekkert annað heldur en bara hvar þú ert miða við kannski þetta klósett sem þú ert að keppi. Skilji hvað að fara. Þannig að það sem ég myndi segja við ykkur er við þurfum að hafa, sko, augun á, sko, hvað þetta í raun og veru gengur út á og þá erum við komin bara í gildismat, sko, hvers og einn, sko, og ef að það er eitthvað daburt þá þurfum við að hérna fara og lengja marathonið og fletta við öllum steinum. Það er mjög áhugaverð vinna, sko. Gildismatið. Ég meina því þegar að Alfred Gíslason var þjálfari í KA og spilaði með þeim. Já, í handboltanum. Já, þeir voru að fara í bikarúrslitaleik og þeir komu og gist á hótelvörk og svo þegar voru að fara þá talaði hann ekki yfir liðinu. Þetta er að fekk Jóhann Inga Gunnarsson til að tala, að hann reknaði með menni verðum svo þreyttir á sér.
Það kom önnur rödd inn. Brynjar hefur aldrei dótt þetta í hug. Nei, ég myndi aldrei gera þetta. Aldrei? Nei, ég meina, þú veist... Ekki var þetta okkur sinni? Jú, þú veist, það sem það sem ég ger eftir á móti er það að ég fekk hérna Sólveigu Önnu til dæmis núna fyrir 6 vikum síðan. Við hringdu fyrst í hana, sko. Við hringdu fyrst í hana. Sko, ég ætla að segja þetta við, sko. Ég að bíða eftir því að Sólveig, Bara í körfubolta? Já, bara taki lið, sko, og það sem ég get verið með, sko. Ég meina, ég svo mikið fanboy þar, sko, ég bara ekki til þetta einast orð. En það sem ég gerir þar er, ég set hana fyrir framan stelpunir í 2 tíma. Og það er bara verið að, sko, elda á heitustu höllunum, sko. Þá undirbúa þær sig í sko, nokkra daga. Sigurður Rúnar var að kaupa áskrift. Já, frábært, en halda einbeitingu. Og sérðu, hann er bara strax byrjað, stigatafla, skilur, við erum að tala þróun og development, Gunnar. Og svo mætir hún inn og við köfum djúpt og við bara reynum að átta okkur á því, sko, bara Sólveig Anna, hvað fær þig til að tikka, sko? Hvað gerir þú þegar allir hata þig? Hvað gerir þú þegar allt er í steik? Því að þú veist... Hefur þú komið til ykkar sem sagt? Já, þú getur farið á Facebook síðuna mína og bara séð viðtalið við hana og svo mætti Vigdís Hassler og svo var ég að fá hana hjá Silika frá Palestínu, þú veist hvað hún heitir Fíta segi ég en ég var í stríði þegar hún átti að mæta, þannig að hún komst ekki og þetta eru svona kvenskörungar, þetta eru kvenfyrirmyndir og málið er í raun og veru það, ef þú þarft að segja eitthvað við liðið, þú ert að fara inn í bikarleik þá þarftu bara að fara aðeins að hugsa þinn ganga aftur, sko, hver þarf að móti yfir einhvern bikarleik, sko. Því ef þetta er rétt sem ég er að segja, sko, maðurinn, sko, vann til, sko, ótal verðlauna sem þjálfari, bæði Íslandi og Þýskalandi. Já. Og er núna þjálfari Þýskalandsliðsins, þannig að heldur myndur. Hann veit eitthvað. Já, ég er ekki að gera lítið úr þessu, en ég er bara að segja, sko, og þú er líka átt á því, sko... Hann var leikmaður líka. Já, ef við höldum áfram í þjálfarafræðunum, að þá er, sko, Alfreð er manager, hann er ekki þjálfari, skilurðu. Það sem ég er búinn að gera í einhverja áratugi er að konsulta við, sko, þjálfari í alls konar íþróttum og ég seta á svona línu, þar sem þú ert með, sko, manager og svo ertu með developer. Og þegar þú ert komin í innan próbransa þá ertu bara bottom line, skilur þá er þetta bara svo vera forstjóri í einhverju stórfyrirtæki, sko, þannig að ef að fyrirtæki sýnir, sko, rauðar tölur 3 ársfjórðungsreikningi eða, sko, 3 ársfjórðungur þá ertu bara látin fara og skiptir engu máli þó að öllum líði miklu betur og allir séu raun og veru bara byrjar að taka eins til í sínum málum og þú bara veist að kúltúrin orðin betri og nú bara vantar aðeins upp á okkar bottom line. Það er rosalega mikilvægt við gerum greinarmun á þessu. Ég hef verið ráðgjöf hjá þjálfurum sem ég ekki treyst til að koma að þjálfa, sko, 12 ára stelpur sem ég hef verið með, sko. Það eru stelpur en ekki strákar? Já, því að ég er að þjálfa stelpur núna. Ég er stelpuþjálfari í dag. Hljómar svo óvirðing eitthvað 12 ára stelpum að segja þetta. Nei, ég er bara að segja, hann gæti ekki komið og þjálfa 12 ára stelpur sem er mjög mikið fundamental. Nei, það er fundamental. Það er toppur. Nei, það er fundamental. Þegar þú ert að þjálfa krakka, þá ert að vinna í undirstöðatriðunum. Þannig að þegar ég er að tala um það að þú komir inn, þá þarftu fyrst og fremst að vinna í undirstöðatriðum. Þannig að þessir þjálfarar gætu það ekki. Þeir gætu ekki verið að vinna með svona hausinn og kenna leikinn. En þeir væru rosalega góðir í því að mæta og velja réttu leikmennina og halda egónum góðum og svona allt þetta. Og þetta fyrir mér er þetta ekki þjálfun, sko. Áhugavert, sko, þegar maður er í Bretlandi að þá skilja þeir ekki orðið coach eins og í Bandaríkjunum. Þegar þú segir coach í Bretlandi og farið rútu. Þú veist, já, og ég man alltaf eftir þessu þegar ég var að byrja að vinna í ráðgjöf árið 2000 í Bretlandi að þá fannst mér alltaf skrítið, sko, það er góð saga. Fyrsta kynning sem ég tek fyrir hugbúnaðarfyrirtæki mitt var fyrir Bolton Wanderers hjá Sam Allardyce, þú veist hver hann er. Og Guðni Bergs býður mér að koma og hitta Sam Allardyce og ég veit ekkert fótbolta, fylgist ekkert með fótbolta og sit þarna og svo kynntu fyrir mér einhver trainer eitthvað svoleiðis og ég sagði bara, já, byrju trainer
og það var eitthvað það var einhver sem sótti kaffið fyrir Allardyce. Svo var managerinn kominn, hann var stór og þykkur, leiti út þessu fótboltagaur og ég tók alla kynninguna og var alltaf að tala við hennan trainer og ég dissaði Sam Allardyce allan tíman og þá svona fattaði ég þetta með Bretan að þetta snýst allt management, þannig að akkur ég að tala þetta? Ég að tala þetta vegna þess að þetta það sem ég held að skipti rosa miklu máli fyrir svona unga stöð að við höfum augun á að þróa þetta. Á stóra saman. Já, bara að þróa þetta. Já. Halda áfram að verða betri krakkar. Bæta sig og nú, hvað eru margir klukktímar eftir 4 tímar. Með þér? Nei, bara þá til að með þér menn eru alveg búin að tapa. En það eins og eitthvað að leikskipulaginu því að ég held að Oddný sem 2 tíma sem að byrjaði í morgun, María sem að var alla nótt eiginlega, hún með klukkutíma. Það eitthvað að skipulaginu. Nei, ég með 4 eða 5 tíma í dag Oddný var nú með mér í nótt líka. Já, það sem eftir já. En ég held að við séum með svona smá, ég veit ekki hvort það trainer eða manager eða coach eða eitthvað, sem að dálítið mikið í því að í þessu attitúti að við séum alltaf að bæta okkur, að þetta sé ekki að við séum aldrei raunverulega eitthvað komin með einhverja niðurstöðu sem að við erum að sætta okkur við bara og lummumst í því Já, Sigurjón, má ég spyrja? Það Jú, þetta góð. Ég veit það. Fyrsta skipti sem var rétti fönn. Hann búin að vera í mörg ár, hann aldrei rétti fönn. Heyrðu, við erum frekar eins og frjáls íþróttalið, heldur en við erum aldrei saman inn á vellinu. Það þetta góð punktur, En ég held samt að eða 5-leikalið? Jú, svo þið 2 að spila saman. Ég mætt það sem eru 2 og svo þið eitthvað að kúka fram. Ég ekki sammála því. Þú ert orðin rosalega innrætt, þú ert komin í spjókast. Ekki Einar Vilhjálmsson. Ekki Einar Vilhjálmsson. Mjög innrætt. Útkast hornið. Tók á hann 4 metra. Hvað miðað við jörð? Ég lærði einu sinni af manni sem sagði eina leiðin til að koma svona hópa áfram bara að halda áfram alveg þangað til að fólk alveg farið að fara að grenja. Og þá getur þú sagt svona 3 mánaða fresti, heyrðu, sjáu hvað eru búin að gera mikið og þú huggar við það í smástund og svo næstu 3 mánuðir bara áfram. Þetta ekki mjög vók, Nei, þetta fiskiskipstjóri sem talar svona. Þetta fiskiskipstjóri sem talar svona. Strákar, holdum bara áfram. En eru við ekki erum við ekki að reka okkur svona einhvern veginn? Jú, kannski. Erum við ekki í þessu moral frekar svona? Við erum ekki alltaf bara að gleiðast eftir hvern. Við erum dálítið mikið á tánum að reyna. Svo hittum við fólk út á götu sem að hæla, þá erum við rosa hissa. Af því að við erum alltaf að ýta okkur áfram. Og svo hittum við eitthvað sem er ánægð með okkur, þá erum við rosa hissa. En ef þið ættuð að hugsa það fyrsta sem kemur í hugan, á þess að fara í langt mál, þegar við erum bara að tala bara tilgangurinn með þessu, að þið séu í þessu. Ef við tökum nú bara rununa, Já, og ég byrja? Já. Tilgangurinn, finnst mér að svona stóra samhengi finnst mér bara að taka þátt í að efla þessari tilraun að efla lýðræðisvettvang samræðuvettvang á Íslandi, því ég virkilega trúa að það sé mikilvægt og að hleypa, fleiri röddum að borðinu og vald efla bara einhvern veginn þjóðina í gegnum samræðu. Ég trúi virkilega á samræðuna. Og mér finnst líka svona, sem rithöfund finnst mér spennandi að sjá hvernig samræðan þróast og þannig að það er svona mitt persónulega spennandi verkefni. Og svo alveg persónulega finnst mér mikil áskorun að því ég var með mikil sviðskrekk áður núna bara einhvern veginn að henda Varstu með sviðskrekk áður og byrjaði þessu? Já. Hvað sér? Þannig að þá fannst mér svona núna er ég ekki með sviðskrekk lengur, þannig að og mér langar að halda því svona, já, mér finnst það líka svona persónulegt. Já, gott, eitt svona persónulegt og eitt svona Já, samfélagslegt. Ég er sammála þessu með þennan vettvang til þess að mæta og ræða málin. Ég meina, maður fer í þessa miðla eins og ég bara RÚV og Vísir og eitthvað svona. Þetta er allt svo stutt og málin alveg hnausþykk, Ég man til dæmis í fyrsta skipti sem að því að nú er ég búinn að vera á svona fjölmiðlarandi, síðan kannski 2021 þegar heimildamyndin kom út og mitt fyrsta gig var að mæta í Kastljós hjá Einari Þorsteins
ég man alltaf eftir því sko að eina ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara inn og reyna að útskýra það að þú veist það var verið að saka mig að vera barnafantur og köllleitói og þetta var allt gert í beinni og ég hugsaði sko eina sem ég fekk út úr því að vera í Kastljósi var bara að fólk geti sé líkamstjáninguna þegar ég myndi feysa þetta. Þá var ég búinn að vera í fjölmiðlabindindi í 4 ár og ég var alltaf að hugsa sko þú veist hvar getur mætt og kafað í einhverja dýpt sko, svo mætti maður bara hjá Gunnar í 4 tíma og það alveg haugur af fólki sem búið að koma til mín og segja bara já, nú skil ég þetta allt bara betur sko, nefndi þessu sko. En Guðjón var að senda post, hann vildi hækka áskriftina sína úr 5.500 í 11.000. Þetta er eins og Omega. Já. Og hann segir bestu óskir góðan árangur með fjölgun áskrifenda og vonandi gengur ykkur allt í haginn. Ég til samstöðuna ómissandi fjölmiðill eins og hann hefur verið byggður upp á undanföllum árum. Kveðja Guðjón. Takk Guðjón. Gekja. Hvað segir þú, Mari? Ég segi bara eiginlega eins og Oddný. Ég trúi á samræðuna, sko, samtalið. Þú er dugleg við það? Mér svolítið gaman að pæla í fólki og skilja fólk og kannski mögulega hugsanlega breyta einhverju til þess betra. Ég með svona útópíu pælingar svona samfélag sem ég vil búa í. Og til þess að komast þangað, þá þarf ég einhvern veginn svona að ræða við fullt af fólki. En hversu sturlað þetta orði, sko, þegar fólki þykir bara merkilegt að þú ert mætt í Frosta Loga svona ræðamálið? Já. Hugsið ykkur. Þú veist, ég meina, væntaði, sko, ég tengi, sko, ég fæddur 73. Þú veist, ég tengi við það náttúrulega bara ekkert sjónvarp á 50 dögum og þú einhvern veginn þurftir að hlusta á allt. Ná veist. Og svo einhvern veginn eftir að miðlarnir opnast svona að þá verða þeir meira polariseraðir og fólk fer meira inn í búbluna. Þetta rosa skrítin þróun. Sammála því. Fólk held að internetið er akkurat öfugt, sko. Fólk held að internetið er akkurat öfugt. En ég held líka sko að fólk svo vant í að því að fjölmiðlar voru settur upp með þessum hætti að það var alltaf þessi á móti þessum og svo eru bara nokkrar setningar og ég held að það svona kannski finnst fólki mjög skrítið að við Frosti Logason getum talað saman á góðum nótum, við erum mjög ósammála mjög margt en við byrjum virðingum fyrir hvort þeir eru. Já, menn, og þetta er bara svo mikið lykill í þessu. Sérstaklega ef að fólk ætlar að komast hjá þessari heift og þessu hatri og þessu rugli, sko, að þjálfa sig upp í því að helst náttúrulega bara vera að mæta á staðina þar sem að fólk er mest ósammálaðir, sko. Ég meina, það er í raun og veru eini staður sem þú átt að vera á. Kolbrún Erna var að skrá sig fyrir ásett. Sko, það er bara brjálega að gera. Takk fyrir. Nú veit ég akkur ég var fengin í þáttum. Ég mæti hérna og bara gullgæsin, sko. Svona líka. Takk fyrir að mæta. En hvað segir þú, ungi maður? Já, sko, ég held ég hafi fallið fyrir fjölmiðlun og sé búin að vera í henni í 41 ár síðan ég hóf störf í fjölmiðlun. Ég held að það hafi gerst vegna þess að mér er ekki sama. Mér er aldrei verið sama. Þú veist, 10-12 ára og þá fer ég að taka einhverja afstöðu til lífsins og það er eitthvað sem ég hræðist mest, sko, þá er það fólk sem er sama og fólk sem lifir bara til af því að það lifir. Volgavatnið. Já, Volgavatnið, ég er óbúslega hræddur við Volgavatnið og Það er fólk með forréttindi, mikil forréttindi sem maður kannski hugsa svolítið þannig. Nei, það er alveg með skoðanir. Það er forréttindi að geta verið sama eitthvað neginn. Ef það, þú veist. Kannski, sko. Er það ekki bourgeois bara gengið, sko? Er það ekki? Það er einhverjum sama. Svo, sko, pluss þetta aðhyllist í átakakenningar Webers og Karl Marx og ég veit að réttarbætur mun ekki nást nema með átökum. Ég trúi því. Og leiðin að því að ná einhverju fram út frá réttlætiskennd og jöfnuði er oft ekki að fara með kraftan hnefa eða hríðskotabyssu, heldur orð gegn orði, maður gegn manni og skemmtilegustu viðtölum sem ég tek eru við fólk hér sem ég á ekkert sameiginlegt með, sem ég er ósammála í öllum atriðum, þannig læri ég eitthvað og svona, en auðvitað er þetta líka kunst, ég meina þú veist stundum er maður að skilmast, þetta getur verið list, þetta er óbúslega skapandi. Fjölmiðlun er einfaldlega skemmtilegasta starf. Ég bað stuttsvar samt, þú veist það. Ég er að vera búinn, fjölmiðlun er einfaldlega skemmtilegasta starf sem ég hef unnið og ég er svo heppinn ég hef unnið mjög góðan slatta. En þú ætlar að setja þetta í eina setningu, hvað er það? Að
að vera ekki sama. Þess vegna er ég í fjölmiðlun. Já. Ok. Sigurjón? Ég ekki að svara þessu með 4 stöðum. Já. Það fíkn. Þetta bara eitthvað sem að kveiknaði þegar ég byrjaði í blaðamennsku og ég get losnað við það síðan. Það bara þannig. Ég er búinn að lifa. Þú fyrstir tólsporin til þess að komast út úr þessu? Nei, ég nota þau í annað. Já. Þetta bara sem sagt fíkn og sem ég kæri mig ekkert að losna við. Hann hefur aldrei reynda. Já. Það bara málið. Forvitni. En má ekki segja ástríða þá? Eða þú veist, ef það er eitthvað sem hún vilt ekki losna við, er ekki þá... Nei. En fyrir svona bara, að því að nú ég pingu forvitin. Ég vildi nota orðið fíkn, má ég? Hvað færðu út úr þessu, sko? Sko, ég fékk út úr þessu áður fyrir svona þegar maður var að skúpa og svona. Skúpa? Já, þegar maður var svona fyrstu með frétt og svona. Það er svolítið gaman, sko. Já, það er ótrúlega góð tilfinning. Það er hjólistaspinna. Það er svona hjólistaspinna. Já. Hérna skeitin inn. Já. Og svo núna þá bara er það bara halda manni gangandi, vera svona, þá þarf maður að svona upplýsa sjálfan sig og áður maður mætir í viðtöl og stundum getur maður treyst á reynsluna. En oft er það þannig að maður þarf svona lesa þess aðeins til og þá það er bara gaman. En þetta er svona eitthvað sem ef ég er ekki hér þá er ég með netsíðu sem ég er að skrifa og svona, að ég get ekki hætt. Já. Bara að vera vesenast. Já, í þessu, já. Samtidig núna orðið þá er ég svona mest svona fyrir pólitíska fréttir. Eða var þingfréttamaður Ein spurningi viðbót hver er munurinn á pólitíkinni núna og bara fyrir Ég held að sé alveg verulega mikil sko. Allan fyrir fjölmiðlamannin við vorum ekki nærri þingmönnum og ráðurum í ráður sko. Sátum til borðs með þessi kaffitími með eitthvað svona sko. Og gengum við sömu ganga og annað en núna þarf sérstætt leyfi til að koma inn í þinghúsið og það er ekki nú að segja góðan daginn sko. Þetta er strangar reglur, það er það. Og fjarlægin hefur aukist. Já, vopnaðar lögreglur. Já, svo það líka, þetta fjarlægin hefur aukist sko. Ég stundar Eru menn voru menn heiðarlegri í pólitík áður? Er þetta alltaf sama svona... Já, sko, maður átti sko, heimildarmenn helst í öllum flokkum. Og oft gerði ég það, þannig kringlan í þinghúsinu, og það fer maður kannski bara hanga og sest bara. Svo kemur einhvern, þetta var eins og vera að dorga. Svo kemur einhvern, segir, Sigur hann var búinn að hérna, eitthvað. Þetta er bara þannig, sko. Og þá sátt við saman, sko, og þessu var að spjalla. En svo stundaði líka ef einhver annar kom, þá hætti ég að tala pólitík. Þá vildi ég aldrei láta 2 í einu heyra það sem ég var að segja. Veit ekki ekkur. Áhugavert. Gunnar, tilgangur, talandi tilgang. Með samstöði? Já, bara svona þessu starfi. Já, ég held að fjölmiðlarnir eru á hverjardagskvöldi og ég held að samstöðin sé með svona möguleika á að verða einhver sproti sem vex upp úr því forræði sem fjölmiðlarnir eru, það sem er svona bara business modelin hraunin og líka hvernig við stundum blaðamennsku, kannski forsetar eru farnar, það eru ýmsar breytingar eins og með valdið og með samskiptamiðlana og með fjárhagslegu grundvöllur sem farin en sko samtalið í samfélaginu og að sömuleyti sko blaðamennskan sem er bæði að bera tíðindi á milli og svona túlkandi ástand í samfélaginu, að það deyr ekki, það er bara það sem við þurfum að halda til þess að halda saman samfélagi og ég held að samstöðin hafi möguleika á því að verða svoleiðis vettvangur og merki það af ýmsu bara eins og núna áhuga fólks á því að halda þessu gangandi en við erum að gera eitthvað að viti en maður finnur það líka á gestunum sem hingað koma að með tímanum þá kemur gesturinn sko tilbúin í samtali sem er að móta sko, hann þetta verður svona eins og stefnumót, hann þetta verður svona sömuleyti sko starra en við, þetta er ekki eitthvað sem við búum til á hverjum tíma, heldur verður þetta svona eitthvað svona samfélagslegt fyrirbrigði og ég held að samstöðin geti haldið áfram að vaxa í þá áttina. Þannig að þú sittur út í eina setningu
síður þetta niður með samstöðuna já, bara með þinn tilgang í þessu það svona persónulega, það tengist bara ástminni á fjölmiðlum og svona lykli sem maður fekk að geta eiginlega spurt hvert sem hvers konar gaur þessi Brynjar Karl eitthvað svona, heyrðu, ertu ekki komið til í að tala við mig og svo talaði ég bara við í 4 tíma og ég svona einhverju nær, það ekki hver sem getur gert þetta þú veist, það ekki hver sem aðstöð til Ertu forvitin? Já, en ekki svona sérstakan hátt, sko já en það viðtölu sem ég tek öðruvísi en viðtölu sem þau tökku því að mín forvitni liggur bara öðruvísi ég tek svona helgarviðtölu og það einhvern veginn svona ég veit ekki hvað að kalla það sko ég svona tilvistarlegu dæmi já, það komir á óvart sko þegar ég mætti að þú varst bara komin í bara æskuna og ég átti ekkert von á því sko það var enda mjög leiðandi spurningar ég var stundum bara hvað djöfulnart að spyrja þetta komin að ljós svona til dæmis þú gafst líka mjög skemmtilega sýn á Breiðholtið á sínu tíma þú gafst mjög góða sýn á það hvað mikilvægt að kynnast einhverjum svona traustum einstaklingi utan fjölskyldunar, hvað það getur haft mótandi áhrif á mann og það eiginlega þarna sem að minn á hér svona hvernig verður maður að manni og hvað þarf maður til þess að verða manni og samtölin eru svolítið þannig en svo getur okkur annar komið og hans forvitni liggur bara ekkert kannski gera ólíkt bara eitthvað aðeins til hliðar þess vegna skiptir bæði máli hver viðmælandinn og hver spyrillinn og það ekki hægt að þetta ekki fag að því leyti að þú getur ekki orðið góður spyrill nema og gerir það innan úr sjálfu þér sko þannig að ég get sagt að segjum að ég væri yfirmaður hér og þá ég ekki að biðja fólkið að taka viðtölin eins og ég tek heldur frekar að reyni að fara sömu leið og ég fór við að verða að endurskapa sjálfan sig sem spyrill þannig að þetta verði einhvern veginn þú veist, einhvern veginn Má ég vera með þátt og koma og tala við því í 4 tíma og spyrja því Þú vilt bara nóttinni til þess Líka spjallað rosalega skemmtilegt en má ég bæta einu við það sem mjög líka gaman að vera hérna það sem við erum að segja kannski öll og Björn var að segja þetta veri ekki sama eða þannig mér finnst líka bara kannski það sem svolítið saman okkur öll það okkur langar til að mér finnst ég hafa fengið leyfi hérna og svo margir fá leyfi til þess að segja það sem þeir vilja segja af því það maður tekur alveg eftir það kemur oft í bylgjum sko að fólk bara eiginlega óttast það að segja hugsin, hvernig líður fólki fær að óttast hvað það að hugsa líka Já, þannig að bæði tilfinningatjáningi maður trúir á hana og líka bara pólitíska tjáningin þannig ég held að við þurfum svo mikið má ég benda á eitt má ég segja sko Hittliðið komið út á völlin sko í þessum síðasta leikluta og hvort að þetta leikli okkar sé kannski var eins og lág við búum í einmitt inn í þetta sem þú ert að segja Árni við búum í samfélagi þöggunar og við búum í samfélagi þar sem eru reistir múrar á milli fólks og fylkinga og við erum með usla hér við þetta rauðaborð við erum að reyna að brjóta upp þessi mynstur þannig að það er svona hliðarskýring og ég er sammálað því sem Árni segir en ég er sammálaður líka með tímastjórnunum ég held að ég er viðmælað þessum ég veit og ég ætla að standa hann Þorbjörn og hún Auður voru að skrá sig í sikkurri áskriftinni en leiðilega er þetta búið en fæ ég erum við að fara að taka hérna staðan fyrir þáttinn silfrið þá tökum við þáttinn gullið sem er svona íþróttaþáttur í þessum anda hefur við gerað þetta fara í dýftina fara í manneskjurnar í sportinu ég skemmt þú veist bara í þú veist allt þetta krassandi sko þá er það gullið og sínir eigin þú verður að Brynjar þú verður að segja bara að nú gerum við örstuhlé og síðan mun já þegar ég gera það í kameruna já nú ætlum við að gera örstuhlé og hleypa sem sagt auglýsingum að og bara koma hérna með mjög áhugaverða umfjöllun fiskeldi í Eyjafirði eyðileggingu Eyjafjarðar það er svolítið munur á því sko. en bara takk fyrir þetta mér leið svolítið eins og þegar hérna börnin fengu að koma inn og halda hérna það munið alltaf einu sinni á árið þá fóru börnin og héldu hérna þættina á RÚV ég var maður þetta ég var svolítið þarna sko Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.